Byggðavandi Vestfirðinga stafar af kvenmannsleysi að mati framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar sem hvetur þá til að höfða betur til kvenna. Rót byggðavandans á Vestfjörðum sem og annars staðar að erfiðlega gengur að halda konum á svæðinu. Þetta segir Dofri Hermannsson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. Hann segir lausn vandans felast í að koma til móts við þarfir kvenna. Lára Ómarsdóttir. Þetta kom fram í máli Dofra á fundi Græna netsins hugsanlega olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Dofri byggði mál sitt á upplýsingum sem hann fékk frá Hagstofu Íslands. Samkvæmt þeim þá flytja fleiri konur en karlar af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Dofri sagði lausn byggðavandans felast í því að finna út hvers vegna svo sé og hvernig hægt sé að sporna gegn því að konur flytjist á brott. Hann sagði einkennandi fyrir umræðufundi byggðamál að þá sækja nær eingöngu karlar. Á meðan þeir eru á þessum fundi, þá eru eiginkonur og dætur að pakka niður í töskur. Dofri benti á að samkvæmt könnunum þá væri afgerandi munur á afstöðu kynjanna til stóriðju. Konur eru ekki eins hlynntar henni og karlar. Þær vilja fjölbreyttari atvinnu, fjölbreyttara samfélag, fjölbreyttari menntunarmöguleika, aukin tækifæri fyrir sig og fjölskylduna. Tölur Hagstofuna sína einnig, sagði Dofri, að konur starfa síður við iðnað en karlar. Þær eru hins vegar í meirihluta þeirra sem starfa í þjónustugeiranum, við skrifstofustörf, eru sérmenntaðar og þær eru meirihluti sérfræðinga. En í minni hluta sem stjórnendur og embættismenn sem að kannski leiðir hugan að því hvort stjórnendur og embættismenn sem eru náttúrulega tiltölulega margir innan sveitarstjórnarkerfisins og embættiskerfisins stjórnsýslunar eru að hlusta nógu mikið eftir röddum kvenna. Spurningin hvað fær þær til að vilja búa áfram þarna eftir 10 til 15 ár? Það olíuhreinsunarstöðin?